Ég ætla að kynna fyrir ykkur gervigreinda tól sem er einstaklega gagnlegt þegar kemur að hönnun kennsluefnis, en tólið sem ræðir kallast Napkin AI og já, eins og á góðri íslensku er það bara servétta. Hugmyndina bak við nafnið er einmitt þetta að stundum fáum við bestu hugmyndirnar á servéttu yfir kaffibollanum. Napkin AI gerir þið kleift að taka þessar flottu hugmyndir, hvort sem verður skrifaðar á servéttu eða í tölvunni og breyta þeim í fallega skýringamyndir á aðeins nokkrum sekúndum. Þetta er sérst frábært gervigreinda verkfæri sem getur breytt texta í myndefni og skýringamyndir. Eins og þið sjáu hérna á síðunni, nú er ég aðeins að sýna ykkur hugmyndir. Ég er ekki búin að skrá mig inn, en ég ætla að byrja að gera það og ég fer hérna efst upp og gerir sign in að því ég á Google-reikning. En fyrir ykkur sem er bara með netfang, annað netfang, þá get ég farið hérna Get Napkin Free. Ég ætla að skrá mig inn. En hver kannast ekki við að vera að kenna eitthvað erfitt kennsluefni og bara eiga hreinlega ekki skýringamyndir til að sýna nemendum eða bara treystir sér ekki að teikna á töfluna. Þá er þetta verkfæri fyrir ykkur. Þarna getið límt inn hvaða texta sem er og hún breytir því geggja skýringamyndi fyrir ykkur. Hér er ég komin á forsíðuna þegar ég komin inn í forritið og ég ætla bara að ýta hérna á plúsin. Þá er þrennt sem við getum gert. Við getum farið hérna í New Napkin og við höfum 3 valmöguleika. Við getum límt texta beint inn sem er fyrsti hnappurinn og ég ætla að gera þetta eftir augnablik. Þið getið lýst einhverju hugmynd, þannig að vitið þar, þá getið bara skrifa hérna á íslensku eða ensku einhvern smá texta og hún breytir því. Eða þið getið smellt hérna á græna hnappinn og þá getið flutt inn skjöl sem þið eigið. Og það er rosa margt í boði sem þið getið flutt inn. Ég er að hugsa að ýta hérna bara á fjólblá hnappinn. Hér enda fyrir neðan er líka hægt að fá alveg tóma hérna servéttu og vinna með. En ég ætla að ýta á fjólblá hnappinn og ég er með texta um frumur sem ég ætla að líma inn. Þá dett ég beint inn í forritið. Nú er ég komin inn og ef við hugsum okkur að við séum bara að vinna með svona hvítt blað og við getum byrjað að skýra það. Hérna frumur. Ég er bara með text eins og er, nú ætla ég að smetla hans hérna yfir með músinni og þá sjáum við þá kemur hérna hnappur með svona eldingu. Og hún skimar yfir textan og hún skiptir mér í fyrst í einingar svo hún sé ekki of stórt og sjáu þið, hún var eldfljót að koma með hérna skýringamynd. Ef mér líst ekki á myndina þá er það minnsta mál vegna þess að hérna vinstra megin opnast síðan alls konar hugmyndir og tillögur og þar get ég breytt líka litum og hérna öllu því sem dettur í hug. En flokkarnir eru virkilega margir þannig þið getið farið í róleitunum í gegnum það. En segjum svo ég smelli bara þetta og sjáu þá koma strax fleiri litir. Ég líka get alltaf smellt núna á myndina. Þá get ég smellt á textan, ég get farið hérna að stroka út, breytt, stækkað, þannig að ég get gert skýringamyndina að minni eigin mynd í rauninni. Og hérna sjáum við skiptum letur, liti og hvað sem er. Leiðu smelli líka á myndina þá kemur önnur stika hérna upp hægra megin. Og þar get ég farið í sama, breytt litum, letri, stærðinni og ég get líka breytt hérna sniðmátinu með því að smetla á það, þá opnast aftur hérna og hún kemur yfirleitt með einhverja tillögur en þið getið alveg breytt því og hérna leikið ykkur með það alveg eins og hendar ykkur. Svona. Það er líka rosa gott að vinna í þessu forriti þegar maður þarf að vista myndefni þá get ég ítt hérna beint á píluna, export og hún býður mann upp á svolítið marga möguleika. Ég get exportað þessu sem PNG-mynd eða sem vektormynd sem er SVG, PDF-skjal eða PowerPoint-skjal. Og hún gefur mér svakalega marga möguleika með það. Ég get líka leikið mér hérna að fá transparent, engan bakgrunn á myndina, breytt litnum, dökkan eða ljósan, alls konar. Og svo er það bara download-knappurinn hérna niðri. Það sem er líka gott að vita er að hægt að afrita myndina beint til dæmis inn í Canva eða eitthvað annað skjal, bara með því að skjallinni beint á hérna clipboard. Hérna hægra megin uppi, þar geta nemendur til dæmis unnið saman með því að deila svona servéttu og þeir geta líka búið kennarinn þó inn í skjalið. Það er líka hægt að hlaða hérna skjalinu beint niður. Svo er það hérna Brand Studio. Þar getið þið sérsniðið svona hérna þemu sem að þið fílið og þið viljið að myndirnar séu gerðar úr. Það sem er blátt hjá mér, það er svona þemu sem ég hérna mér líkar vel við, en annars svona hef ég ákveðið að hérna hún ætti ekki að bjóða mér upp á. En það er hægt að leika sig með það. Hérna í stillingunum er líka hægt aðeins að fikta hérna, en ég held að þið þurfum ekkert mikið að spá í því.
Núna er ég komin hérna að fínasta skjal og ég get farið þá í næsta texta og haldið áfram að fengi fleiri myndir. En eins og sjáðu núna, nú er ég búin að vinna dálítið í skjalinu á ókeypis útgáfunni og þá stoppar hún mig af. En ég er alveg búin að gera þó nokkra myndir, bara vitið af því. Hérna neðst niðri er líka svona leitarstika, það er að leita myndum. Það er líka hægt að merkja sér myndirnar með því að gera svona label. Þið getið teiknað inn á myndirnar, hún kemur hugmyndir hvað þú ert að reyna að teikna, eða sett inn myndir. Þannig að ef þið eru búið til svona heilstætt skjal, að þá getið þið unnið með texta, skýringamyndir og sett jafnvel inn ykkar eigin myndir. En mér finnst þetta verkfæri ótrúlega gott og ég sé að mikið fyrir mér að nemendur geti notað þetta í samvinnu og nýtt til að útskýra eigin orð og fengi myndir við hæfi.